núna í verkefni 4 ætlum við að hætta þessum bakenda pælingum okkar og erum núna bara að skipta, þannig að þetta svona seinni partinn í námskeiðinu þetta að nota React til þess að búa til svona stærri verkefni og við ætlum að byrja að snerta því í þessu verkefni hérna og þá til þess að við getum búið þetta saman og það bara svona mjög áhugavert þið hafandi hafa gert það að skoða hvernig gerum við þetta með þessu að nota EOS template og gera þetta í Node og render eitthvað út sem var í gegnum Express og eitthvað svona hvað við núna að gera þetta bara í React hvernig munurinn að því að gera það þannig þá getið ég fundið svona tilfinninguna fyrir því ég gera þetta svona, ég gera þetta hinsegin þetta að leysa eitthvað sem mér fannst erfitt þetta, þið bara svona hafið það í huga þegar að vinna þetta eru tvær leiðir og ég ekkert eitthvað að fella dóma að einhver sé betri en þetta eru bara mjög svona ólíkar aðferðir til að komast að sömu niðurstöðu það sem við erum í raun að gera og ætlum að nota þetta til þess að kynnast React bara og því að byrja að flexa þessa React skills og hvernig við notum þetta til að útbúa þá framenda á viðmót og hvernig við notum þá og skiptum þessu verkefni upp í komponenta og þá fyrir þá mismunandi viðmótseiningar og við ætlum að nota þá props og state og við ætlum að prófa aðeins eins og við skoðum aðeins áðan og skoðum aðeins meira í næsta tíma hvernig við getum prófað React komponenta og svo ætlum við að nota library til þess að halda utan routing af því að einhvern veginn þurfum við að gera það sama og við vorum að gera með Express og nota get eitthvað á eitthvað route einhvern veginn þurfum við að halda utan hvernig á ég að vita ég með einhverja forsíðu og ég með einhverja undirsíðu hvernig á ég að geta skipt á milli og hvernig á ég að búið til einhvern alvöru vef þannig að við ætlum að búa bara til sama viðmót við vorum með nema núna ætlum við að segja að gögnin okkar þau eru ekki það sem við erum að hugsa við erum ekki með einhver gagningustengingu eitthvað nú ætlum við bara að nota vefþjónustuna sem við erum að klára að smíða núna í verkefni 3 til þess að fylla þennan framenda af gögnum og við ætlum bara að nota til þess að byrja með, við ætlum ekki að nota öll föllin ég svona að spá hvort það sé of mikið að halda áfram með þetta viðburðarverkefni í enn eitt verkefni viðbútt í verkefni 5 en sjáum aðeins skoðun, þá getið látum við vita þannig að við ætlum að sækja frá /events og /events ID upplýsingur alla eventina sem til og svo ákveðin event við ætlum ekki að fara út í að útfara þessa síðufletninguna í viðmótinu við ætlum bara að birta þá sem við erum með og við ætlum að setja upp 3 síður sem þá erum bara forsíðu stakan viðbörð með viðburð, skráningar og möguleika á að skrá sig inn en þarna klikka ég aðeins í verkefni 3 ég var ekki með kröfum að ég var að bæta skráningunum við viðburðin sjálfan þannig að ég bætti því við í sýnlausnina fyrir verkefni 3 og hún lifandi hérna einhvers staðar, ég var búin að linka í hana bara á Heroku, þannig að þið getur bara tengst henni og notað hana til þess að fá gögn í þetta og við ætlum síðan bara að birta formið og þá þetta aðalega bara til þess að þið æfið ykkur í því að búa til komponenta og hugsið hvernig getið búið til form sem ég tek ákveðna parta úr forminu og setja í einhverja komponenta svo ætlum við að nota React Router sem að koma núna út í fyrra í útgáfu 6 til þess að halda utan hvaða síður við erum með þess að geta skipta á milli þessara 3 síðna það eins og þetta ein síða þetta síða sem tekur dýnamískt við upplýsingum hvaða viðburð við erum að biðja og síðan einhver innskráningarsíða sem að birtir formið okkar og við ætlum að búa til að minnstu kosti 5 komponenta og þeim ákveða hérna en við ætlum allavega að búa til einhvern event komponent sem heldur þá utanum og birtir stakan viðburð events sem birtir listan layout sem heldur utanum header og eitthvað svona við skoðum það aðeins meira í dæmi sem við ætlum að taka í næstu viku og svo login komponent sem heldur utanum það state sem í raun einhver svona gerfi innskráning sem við ætlum að útfara þannig í staðinn fyrir að vera að hugsa hvernig við ætlum að geyma tokenið okkar þá ætlum við í raun bara að feika og við ætlum að hafa eitthvað svona einhverja stöðu í forritun okkar sem segir við erum annarkvort innskráð eða ekki ef við erum innskráð þá megum við skrá okkur viðburð og þá það líka bara feikað innan þess komponents við ætlum að nota Create React App við ætlum að nota bara ESLint í gegnum Create React App þannig að einu sem þið þurfum að gera bara að setja upp þetta og vera með ESLint og þá á það bara að koma og þið sjáuð í raun villurnar í bara keysluna í development við ætlum að nota Jest og skrifa test fyrir minnst 2 komponenta og nota testing libraryð
og síðan setja þetta upp annarkvort á Netlify eða Heroku, þið megið bara ráða. Og það sem ég set með þessu hérna myndband hérna sem að sýnir í raun hvernig þetta haga sér. Þannig að þetta bara sama viðmót og við vorum með í fyrsta, nema þarna erum við komið með einhverja state breytingu og við erum í raun að sjá henni viðhaldið í gegnum appið og meðan við förum á milli síðna og þá get ég skráð með okkur viðburð og svo get ég farið tilbaka, ég get útskráð mig og get farið sinni inn á innskráningu og þarna og þá sé ég formið og það er ekki að fara að gera neitt, það er bara að birta formið. Við erum bara að hugsa í raun að smíða þetta en nota samt sem að vefþjónustunnar og þá þurfum við að nota þetta use effect hookin til þess að segja að þegar að þessi komponent sem ætlar að birta þessi hérna gögn, þegar hann loadar þá er það fyrsta sem hann þarf að gera er að sækja gögnin og þá ef þið munið eftir verkefni sem við gerðum í þau sem voru í Verðforritun 1 í fyrra þar sem við vorum að sækja fréttirnar frá RÚV að þá er það sama konseptið. Hvað ef við erum með einhvern stað úti, einhverja vefþjónustöð úti sem við viljum sækja gögnin en nú getum við séð hvernig við gerum það ekki React í staðinn fyrir að gera vanilla JavaScript. Þannig að þetta er verkefni 4.